Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum upp í Bergi menningarhúsinu á Dalvík. Við erum að fjalla svolítið fiskidaginn og stemmarinn aðeins hjá okkur og við höfum fengið til okkar nýjan yfirkokk fiskidagsins mikla. Vertu velkominn, Friðrik. Takk fyrir. Jæja, hvernig kom þetta nú til? Já, ég náttúrulega fengi að vera með nánast frá upphafi. Svona fyrstu árin þá var ég bara að hlaupa eins og allir hinnir og ég held að ég sé 10 sinnum búin að vera með bás eða semst tjaldmerkt okkur, semst Friðriki 5. Kannski það út af því. Úlfar hefur staðið sér frábærlega þessi 15 ár sem eru liðin og það er komið tíma að hann fá að hvíla sig aðeins. Og hvað gerir yfir matreiðslumaður fiskidagsins mikla? Þetta snýst náttúrulega að gera matseðilinn, finna hráefnin og búa til réttina og núna erum við til dæmis alveg búin að vera á fulli að pakka, það er að búa til þessa böggla sem við grillum og svo þarf að líma saman hverju verða með hvað og hvernig á að gera þetta og svo framvegis. Ætlarðu að koma með eitthvað nýtt tvist í þetta fyrst þú ert að taka við? Já, við núna erum við með svona nokkra nýjungar. Ég hef reyndar notið þeirra forréttinda að lánast hef fengið að gera það sem ég sýnist svona síðustu ár. Ég var með sushi á 10 ára afmælinu sem var ekkert sérstaklega góð hugmynd eftir á að hyggja en skemmtileg og þá vorum við með klakastyttur og svona, það var fallegt. Í fyrra vorum við með filsur og þær verða aftur núna en bara nú fá ykkur aðrir, við erum búin að outsourca þeim. Þú voru að útskýra hvað filsur eru? Filsur eru fiskipilsur og við fengum hérna kjarnafæði til að búa til, uppskrift sem við útfærðum og svo fekk fólk filsu í brauði með sérstaklega sósu og svona. Núna ætlum við aðeins að útvíkka, nú getur fólk aðeins fengið að ráða hvaða sósur það fær sér. Og ég var með humarsúpu fyrir 3 árum held ég. Það er eina skipti sem að við höfum verið orðið ren. Já. Ég kom með 500 lítra humarsúpugrunni og 200 lítra rjóma og klukkan 3 átti ég ekki dropa og 2 tímar eftir og ég var bara ren. Sushi og humarsúpa, það er ekkert... Nei, humarsúpa var rosalega létt og þægilegt en það var svo auðvelt að afgreiða þetta. Sushi var rosa mikið vinna. En núna ætla ég semst að vera með fish and chips. Já. Sennilega ekki góð hugmynd. Nei. En góð matur. Alltaf áskorun, þú ert með þeim. Já, þannig að núna, ég fekk strákana sem eiga fish and chips veitingastæðin í Reykjavík og Akureyri, Akureyri Fish Restaurant og Reykjavík Fish Restaurant. Og degið uppskrift frá þeim. Og þeir verða með mér sem betur fer, þeir eru vanir þessu. En við erum með einhverja 6-8 djúkstrengingabotta og við vonum að þetta bara rættist. Ef ég þekki þið rétt, þá finnst þér þetta nú dálítið skemmtilegt. Jú. En kannski forréttindir núna því að maður er orðinn opinber yfirkokkur, þá maður mættu fyrr, sko. Já. Þannig að síðustu ár hef ég bara verið að koma nóttina. Já. Þannig að núna fæ ég verið nokkra dagana, kannski aðeins. Já. En enga síður þá held ég að það, og ég vona að það gangi það vel að það verði svona áfram eins og filsurnar. En ég sá áðan þá varst að sýna mér hefur ekkert séð svona mikið af hvönn í poka. Hvað var það? Það er ein nýjungin. Í ár, bleikjan sem við höfum alltaf verið með, í ár verður hún krydduð með hvönn úr hrísey, lífrænni hvönn úr hrísey, sem að þeir sponsoru okkur. Þegar þessu ánægri hringdi á þessu að við viljum gefa þetta. Og ég líti á þetta sem svona vináttugjöf frá hrísey til Dalvíkinga. Þannig að í ár verður bleikjan sem verður grilluð, marineruð í hrísjarhvönn. Skemmtilegt. Það er eitthvað stemming við þetta, það er eitthvað allir til í að taka þátt og vilja vera með. Það er nú kannski, við veltum þessu fyrir okkur, við hjónin og krakkarnir, að við mistum af 2 árum eftir að við fluttum til Reykjavíkur og þetta var svolítið svona eins og að missa jólun. Já. Og ég er enda að mista nokkur jólum, þetta var eiginlega verri en það. Já. Þannig að við ákváðum bara að hér eftir missum við ekkert af fiskidaginn. Þannig að við erum búin að leigja gamla húsið á Ytrivík og 30 okkar mann sem að koma. Allt starfsfólk og fjölskylda. Náttúrulega yndislegu staður að vera á. Já, helsta vandamál í básnum með okkur hefur eiginlega verið að
það eiga allir að vinna í svona klukkutíma, en svo einhvern veginn svona klukkan 5 þá eru allir hana. Já. Það er eiginlega bara fyrir og það vill enginn fara, þetta er eiginlega bara... Vesen. Já, en samt eitthvað svo fallegt, Já. Þannig að, en við ákváðum sem sagt fyrir 3 árum að nú bara væri fiskidagurinn eitthvað sem við ætlum alltaf að taka þátt í. Þannig að við lokum bara veitingastaðnum. Það er bara, laugarinn er bara skilt í hurðinni og allir sem er í gay-pride verða bara að borða ekstra hans stað. En það er bara skemmtilegt, þá njótum við þess að vera hér, þannig að þá getur allt staffið komið og svo reyndar njótum við góðs að því að við eigum ennþá fullt af góðum starfsmönnum fyrirverandi sem voru hérna á Akureyri og þeir koma líka. Ævist. Þannig að þetta er svona ættamót. Já, þetta er bara reunion. En fyrir mig er þetta bara, ég reyndar að því að við verið með svona oft að þá haldar rosa margir í sér Dalvíkingur sem ég er ekki, en það er eitthvað bara stemming hérna, þetta er eitthvað svo einstakt að það skiptir engu máli hvort að þú hittir sko krakka eða gamalmenni, það er einhvern veginn allir að taka þátt og þetta er einhvern veginn hátíð sem bæjarbúar eiga. Þetta er svolítið góð samlíking, það tala svolítið margir einmitt jólin. Þetta er allar hefðirnar og... Já, mér finnst þetta líka svo, þetta er bara eitthvað svo... Það er eitthvað dýnamík hérna sem að maður sér ekki hérna allsstaðar af því þetta er eitthvað svo, þetta er svo sameiginlegt verkefni, það er allir með og nú er ég búinn að vera djöflastöðan á Höfn að vinna og allir boðnir búin að hlaupa fyrir mann og maður veit ekkert hver er hvað sko þegar maður er ekki heimamaður, það skiptir engu máli, það er allir tilbúinir og... En hvað með allt hráefnið? Þetta er nú ekkert smáræði ef það á að gefa 10.000 manna að borða? Það er náttúrulega snilldin á bak við þetta, að fiskidagur er náttúrulega, sko hinn snilldin á móti þegar bæjarbúar eru náttúrulega boðnir og búnir, að hér eru bara það öflug fyrirtæki sem að standa á bak við þetta og ef við fengjum ekki fiskinn frá þessum aðilum og hráefni þá væri þetta náttúrulega ekki hægt sko. Nei. Og ég svo sem veit ekki einu sinni hvaða upphæðir að vera að tala og ég held að enginn sé að spáði það. Þetta er bara gert almennilega. Við erum með góða styrktaraðal allsstaðar. Það er nýr styrktaraði núna sem er Ásbjörn Ólafsson sem er að hjálpa okkur með svona annað hráefni sem ekki er búið til á Dalvík og í nærsveitum og sem að þarf náttúrulega líka. Og svo er alls konar umbúðir og ég reyndar sem betur fyrir það ekki hugsa það, Júlí sér það. Já, Júlí sér allt. Já, þannig að ég er eiginlega bara í svona forréttindastarfi, sko. Já, nákvæmlega. En reyndar núna eins og að pakka með öllum þessu krökkum og því fólki, það er alveg frábært, sko. En hvað heldur þú eftir að gefa mörgum að borða þá helgina? Eða, Dalvík eftir að gefa mörgum að borða? Já, ég veit það ekki, en það er alltaf ógeðslega margir og ég oft skammast mér pínlítið fyrir minn bás af því að það er alltaf ógeðslega löng röð og ég oft velti fyrir mig hvort að við séum svona lengi eða hvað, en kannski er það bara því að við erum alltaf að gera eitthvað nýtt og það er alltaf rosalega löng röð líka í Borgaranum, þetta er hann alltaf mjög góður sko. Já, það er svona fiskiborgari. Já, svo er þetta síldin sem ég fæ, það er besta síld sem ég fæ, bara ever. Líka bara ágætt fyrir okkur Íslendinga að dusta reki af bara fisknum svona yfirleitt sem hráefni vegna þess að þetta er náttúrulega ótrúlegt að við veiðum svona mikið af fiski, hann er fluttur mestallur út og við erum ekkert eitthvað sérstaklega mikið fiski neysluþjóð. Þetta er eiginlega, sko, þessi hátíð er eiginlega nauðsyn líka upp á það að gera því við erum að ala börnin okkur upp að borða fisk og það er allir til og ég held að einmitt það að bjóða upp á fisk og vera stolt af því, það er líka ákveðið viðhorf og fjölskyldum mæta og öllu þykir þetta gott. En svo er þetta náttúrulega líka hitt að þetta er orðið svolítið túristaattraksjón líka. Ég veit til dæmis að við notum alveg svona 2 vikur fyrir fiskidag, þá segjum við öllum viðskiptavínunum okkar sem flestir eru útlendingar á þessum ástíma frá fiskideginum og ég veit til dæmis 4 ítalskar fjölskyldur sem breyttu planinu til þess að vera á fiskideginum, þannig að ég er spenntur eftir að sjá þau og það er eitthvað, ég reyndar, við hefum lendið í nokkru sinnum að erlendi gestir rífa upp veski og vilja fara að borga og eru svona með tárin í augunum þegar maður reyna að koma þeim í skilningum að það sé frítt og þeir svona viti ekki alveg hvort það er að taka þessi móðgun eða hvað. Nei, nákvæmlega. Og ég man að það var franskur maður sem að kom í fjölskyldunni sína, ég held að það hafi verið hitti fyrir og hann bara var ekki að skilja þetta og endaði með því að hann fekk nafnið mitt og e-mail og sendi mér svo mikið þakkabréf og ég náttúrulega svaraði hann að hann væri að senda villis aðila og áfram sendi þetta bara á Júlla en ég veit ekki hvort hann haldi að ég var að bjóða hann að það bara er þetta að skilja að þetta sé bara frítt en svona matarhátíðir eru náttúrulega til víða allan heim þar sem að aðilar eru bara stoltir af sinni framleiðslu og það er kannski að fallega við það að
Þetta nánast allt hérna á svæðinu og það einhvern veginn allir saman í þessu og auðvitað höfum við gott að borða meiri fisk, það ekki spurning. Nákvæmlega. En ég bara verð að hvetja fólk til þess að kíkja á þig helgina, laugardaginn, fiskidaginn. Við verðum í hérna með fish and chips inn í enda, samanstæðu vorum með súsíið og ég bara ætla að biðjast afsökunar strax ef röðin verður löng. Það var bara að slaka á og spjalla við fólki í röðinni og svona. Það alltaf gott veður, ég hef upplifað það hérna. 7-9-13, þetta búið ræðilegt sumar. Já, er ekki bara komið tíma á það núna þá? Ég ætla ekki að vera með neina sleggjudóma, ég náttúrulega búin að vera í Reykjavík, það er búið að vera yndislegt sumar en við ætlum ekki að ræða það hér. Nei, takk fyrir spjalli, við ætlum að halda áfram í föstudagsþættinu hérna frá Dalvík eftir augnablik og þá ætlum við að ræða við fólk sem er að fara að græja súpu fyrir súpukvöldið í kvöld og er líka björgunarsveitarmaður sem er í flugeldasýningunni.